að fá athygli ykkar, þá klukkan orðin 5:30 og við haldið þið bara áfram þeir sem að fá okkur kaffi, en við ætlum að byrja á dagskrárliðnum sem hún Kolbrún Dögg ætlar að flytja. En endilega haldið þið áfram, fá okkur kaffi og fá okkur aftur, en hún ætlar að byrja og það ljóðaslam. Gjörðu svo vel, Kolbrún. Takk fyrir. Takk fyrir að bjóða mér að tala á þessu málþingi. Þetta í fyrsta sinn sem að ég tala reynslu mína af hjálpartækjamálum. Ég búin að vera með hjálpartæki í rúm 20 ár og ég byrjaði í reyndarlík því ég fekk minn fyrsta staf fyrir rúm 25 árum. Það svona stafur sem var ferðastafur, man gat brotið hann saman og sett hann í veski. Ég ætla að byrja aðeins að tala út frá reynslu notenda og eins og þið vitið þá fatlað fólk mjög fjölbreyttur hópur og ég kannski að tala út frá reynslu notanda sem hjólastólunotanda og hreyfihamlaðra konu. Eins og þið vitið þá færðist viðgerðarþjónusta hjálpartækja frá Hjálpartækjamiðstöð Sjúkratrygginga Íslands til fyrirtækja þann 15. maí 2017. Þið vitið öll á því. En vitið þið hvar þið fáið upplýsingar þetta breytta fyrirkomulag? Þið eru öll með snjallsíma eða ekki? Og ef þið farið inn á sjukra.is, hvar finnið þið þá upplýsingar þetta breytta fyrirkomulag? Fekk ykkur sem notar hjálpartæki upplýsingar í mínar síður þetta fyrirkomulag? Ég minnist þess ekki. Það virðist vera eins og láðst hafi verið að upplýsa notendur þetta breytta fyrirkomulag á viðgerðarþjónustu. Ég vissi ekki að þetta stæði til fyrir en ég átti fund með Öryrkjabandalagi Íslands í vor. Það hefði verið gagnlegt ef Sjúkratryggingar Íslands hefði sendt notendum tölvupóst eða bréf þessar fyrirhugaðu breytingar. Aðgengi að upplýsingum af þessari þjónustu inn á sjukra.is ekki aðgengilegar og flókið að finna þær á vefsíðu þeirra. Eru undir fréttir á forsíðunni og undir flipanum þjónustutími SÍ. Nú í sumar hef ég þurft að leita til Öryggismiðstöðvar Íslands vegna viðgerðar á Pantera hjólastól sem Eirberg hefur umboð. Eirberg byrjar ekki með viðgerðarþjónustu fyrir 1. september en reyndar frestaðist það til 1. október á þeim tækjum sem þau selja. Þannig að notendur geta snúið sig til öryggismiðstöðvar sem taka við öllum hjálpartækjum. Viðgerðarþjónusta sem á að vera til hins betra illa undirbúin. Hjá öryggismiðstöðinni var þjónusta með þeim hætti í byrjun sumars eða júní-júlí voru engar upplýsingar að finna viðgerðarþjónustu á vefsíðu öryggi.is. Sem bagalegt að vita ekki hvernig maður á að bera sig að hvort að þjónustan svo sama og var hjá sjúkratryggingum eða hvort maður getur beðið á meðan viðgerð stendur eins og skiptum dekk eða bremsu. Búið að bæta úr þessu og setja upplýsingar viðgerðarþjónustu hjá Öryggismiðstöð Íslands en það samt ekkert mjög auðvelt að finna þessa viðgerðarþjónustu. Fyrirtæki Stoð var með upplýsingar á vefsíðu sinni allt frá byrjun. Í júnímánuði var ég að fara með hjólastóli viðgerð til að skipta framdekk, arm og handfang. Ég hafði samband við Öryggismiðstöð og Sjúkratryggingar þar sem ég var ekki viss hvernig ég ætti að bera mig að í þessu breytta fyrirkomulagi. Svörin sem ég fekk frá Öryggismiðstöð voru að þeir væri nýbyrjaðir og ætla að sjá hvernig þetta gengi að sinna þessu og byggja svo upp lager og þjálfa starfsmenn í sumar. En þetta væri meira en þeir byggust við. Sem sagt, maður þurfti að byrja á því að heyra afsakanir hvað þetta væri erfitt og flókið að taka við þessari þjónustu frá Sjúkratryggingum. Ég var mjög kvíðin að vita að ég að leita til öryggismiðstöðvar við viðgerð á hjólastól og fannst ég ekki fá skýr svör frá þeim hvernig þetta vera, hvort ég fengi viðgerð á hjólastólnum og ég fór að hafa ágjur ef vírinn í bremsunni bilaði, hvort ættu slíkan vír á lager. Ég fekk ekki svör við spurningum mínum í tölvupósti og leitaði til Eirberg og þeir gátu reddað mér á meðan ég beið og gert af við stólinn, þó svo að þeir væri ekki byrjaðir með þessa viðgerðarþjónustu formlega. Nú veit ég ekki hvernig undirbúningur var hjá þessum fyrirtækjum, Stoð og Eirberg og Öryggismiðstöð og Fastus og fleiri, var það lagar og varlutum búnaðir til að gera við ásamt starfsfólki sem þeir þekkja til tækjana. Ég fór með loftpóstassi viðgerð til Eirberg 14. ágúst og inn á vefsíðu þeirra kemur fram að miðað við að viðgerð tekið 2 daga ef varlut til. Flestir vita að notendur
sitja allan daginn og á loftpóðsessu, hún til þess að koma í veg fyrir þrýstisár. Ég þurfti að bíða í 2 vikur eftir viðgerð á loftpóðsessu og setið á gamalli sessu sem með heima, en sú sessa ekki loftpóðsessa og veldur óþægindum og getur skapað á hættu að maður fái þrýstisár. Hjá verkstæði sjúkratrygginga voru svona sessur í forgang og það tók 2 til 3 daga að fá viðgerð. Í sumar þurfti maðurinn að bíða 3 vikur eftir að viðgerð á loftpóðsessu væri gerð hjá Öryggismiðstöð Íslands. En þá voru svör þau að þeir væri ekki með tæki til að gera við og fengu loksins lánu tæki frá verkstæði sjúkratrygginga. Flutningslyftara sem ég hef bilaði meðan hann var í notkun hjá mér daginn sem var til þess að hætta skapaðist. Ég fékk þennan lyftar í vor frá sjúkratryggingu staðis eldri típu af lyftara sem var ekki með öryggisbúnaði. Lyftarinn fór í viðgerð á 5. og var gert við hann á mánudegi. Það voru skjót viðbrögð og góð þjónusta hjá Öryggismiðstöðinni. Eins og staðan í dag þá lána sjúkratrygginga ekki notum önnur tæki á meðan að viðgerð stendur. Ef ég hefði verið í þeirri aðstöðu að þurfti að fara að nota lyftarinn við allan flutning milli rúms og hjólastól og salerni, þá veit ég ekki hvað ég þurfti að gera. Láta mig leggja mig inn á spítala. Lyftarinn sem ég nota Mólift smartlyftari. Ég hef einnig þurft að nota hann þegar ég fara í röntgenmyndatöku vegna þess að bekkirnir eru svo háir að maður kemst ekki upp. Hvað segja notendur þessar breytingar á viðgerðarþjónustu og hver gætir okkar hagsmuna? Eftir að hafa heyrt í fleiri notendum í sumar sem hafa verið með hjálpartæki og farið með þau til Öryggismiðstöð í viðgerð, þá reynsla þeirra að það hefur oft tekið of langan tíma. En það misjafnt eftir fyrirtækjum. Ein kona fór með hjólastóli sinni viðgerð til Öryggismiðstöðar þar sem hún var að fara erlendis. Hún fór tímanlega. Eftir mánuð var varahlutur í stólinn ekki kominn og hún varð að fara á biluðum hjólastól út. Eftir hún kom heim fór hún aftur með stólinn í viðgerð og það liðnir 2 mánuðir og enn ekki kominn varahlutur í hjólastólinn. Hún mjög þreytt og pirruð á sig eftir að skila stólnum. Framkvæmd þessum breytingum á viðgerðarþjónustu hjálpartækja mjög ábótavant og maður upplifir að rödd okkar notanda hafi ekki verið með í þessu ferli. Enda eins og við séum ekki viðskiptavinir heldur þiggjendur. Við erum mjög undirökuð gagnvart þessu kerfi því að við erum algjörlega háð því að hafa hjálpartæki og að hægt sé að treysta á viðgerðarþjónustuna. Hvað tíminn? Þegar ég starfaði sem ráðgjafi hjá Þekkingarmiðstöð Sjálfsbjargar þá vorum við með jafningjaráðgjafafundi með notendum í þjónustumiðstöð Sjálfsbjargar til þess að heyra þeirra reynslu af hjálpartækjum. Reynsla þeirra var misjöfn en af Sjúkratryggingum Íslands. Þjónustan hefur lagast síðastliðin 5 ár og viðmótið yfirleitt gott. Hins vegar kom í ljós að þeir notendur sem voru með 1 handknúinn hjólastól og rafskutlu og ef hjólastólinn bilaði þá gátu þið ekki fengið annan lánaðan og urðu því að fá lánaðan einhvern gamlan garm, til dæmis maður sem bjó í Hátúni 10. Önnur kona þurfti að leigja hjólastól hjá Stoð í viku af því hún hafði ekki annan til vara. Einnig hafa bílahjálpartæki bilað í bílum og bremsustöngin hefur bilað þannig að fólk bara stopp í umferðinni og þarf að láta draga bílinn í burtu. Mér var einmitt hugsað til þess á leiðinni niður Kambana til systur minnar í heimsókn, hvað geri ég ef að stöngin bilar vegna þess að þessi tæki ekkert yfirfærin árlega. Það mjög ábótavant. Maður alltaf svona bara í stresskasti, kemst ég bara til systur minnar á þess að stöngi bili eða á ég vona því eftir að fengja upplýsingar þetta. Það þarf klárlega að bæta úr þessu að svona nauðsynleg hjálpartæki í bíla, þau séu yfirfærin bara alveg eins og við förum með bílinn okkar reglubundið í tékk. Þegar ég sá dagskrárina fyrst, þá sá ég að það var engin notandi sem ætlaði að deila reynslu sinni og mér finnst auðvitað að notendur þurfa að láta heyra í sér og mér langaði að flytja ykkur svona smá hjálpartækja ljóða slam það að vera í þessari aðstöðu að vera með hjálpartæki og sitja kannski fastur heima af því þið vitið að Sjúkratryggingar var bara opið virka daga frá 10 til 3 og ekkert helgar eða kvöld. Svo hljóð það.
Miðvikudagur og lífið gengur sinn gang. Miðvikudagur og lífið gengur sinn gang, orti skáldið Steinn Steinarr. Ég er ekki Steinn Steinarr og ég er ekki Óttar Proppi í hljómsveitinni Ham, en ég er í hjálpatækja Ham. Ég er notandi hjálpatækja í eigu Sjúkratrygginga Íslands. Miðvikudagur 9. ágúst og lyftarinn fer ekki í gang. Það er kvöld, klukkan er rétt að vera 10. Ég set í sturtustól sem ég finnst ekki sexy. Hann er ljós, myndugræna lit. Ég er búin í sturtu og komin í seglið og lykkjurnar á sínum stað. Aðstoðarkonan kveikir á Lollu. Ég skýrði lyftaran Lollu lift me í höfuð á Ólafíu Hrönn, leikonu. Því mér finnst hún sterk, fyndin og lyfta mér upp í bókstaflegri merkingu. Hún ýtir á takkan og fjárstringunu en ekkert gerist. Hún slekkur og kveikir aftur, ekkert gerist. Ég fæ sting í hjartað, segi henni að hlaða batteri aftur. Á meðan set ég á myndugræna sturtustólnum í náttkjál og bíði 20 mínútur. Ég segi henni að taka batteri úr hleðslu og kveikja á en ekkert gerist. Nú eru góður á dýr. Hvað á ég að gera? Ef ég læt aðstoðarkonuna að keyra mig í sturtustólnum er ég á langt niðri og hún getur ekki lyft mér upp á salernið. Ég er með öryggisnapp og bið aðstoð. 2 öryggisverðir mæta á svæðið og ég leiðbeini þeim hvernig best er að halda í segli sinn hverju megin meðan aðstoðarkonan mín keyrir mig í lyftaranum að salerninu. Mér langar niður úr jörðinni, þar sem ég dingla í seglinu í engum nærbuxum. Mér langar niður úr jörðinni, en þetta verður að hafa sinn gang. Mest er að komast úr þessum aðstæðum sem fyrst. Áður en ég veit er ég komin á salernið heil og höldnu, án þess að ofgera mér líkamannum. Klukkan er orðin rúmlega 12 og aðstoðarkonan mín að vera farin. Hún þarf að vera hjá mér til 1. Lolla fór í viðgerð á 50 og kom tilbaka á mánudegi. Ég fekk þennan lyftar í stað annars lyftara sem ég var með 2012. Sú var gömul gerð. Ekki með ljós sem sagði til með stöðun á tækinu. Föstudagur 1. september og lífið gengur sinn gang. Ég athugaði á hann ég fór í sturtu hvort lyftarinn var í lagi. Þar sem ég kveikti á honum og það var grænt ljós og batteri og gult ljós af fjárstýringu. Þegar óljóst, smá týra, notaði fjárstýringu og fór upp og niður, fór í sturtu og að baðloknu er ég aðstoð í flutningsseglinu. Ég keyrði að salerninu og læt mig síga niður til að klæða mig. Þegar aðstoðarkonan ætlar að láta mig síga niður gerist ekkert. Fjárstýringin er dauð, ekkert ljós en grænt ljós á batteri. Slökkt og kveikt aftur, ekkert gerist. Slökkt og kveikt aftur, ekkert gerist. Hún prófaði að taka batteri úr og kveikja en ekkert gerist. Ég var með aðstoðarkonu sem var í fyrsta skipti aðstoða mig í sturtu og ég þorði ekki að nota manual emergency lowering takkan sem hægt að láta mann síga niður. Ég var hrædd að pompa salernið. Hvað átti ég að gera? Það er erfitt að vera í seglinu og dingla í lausu lofti, hálfber og reyna að finna út úr hlutunum. Ég hélt ró minni. Að lenda aftur í svona aðstæðum er kvíðvænlegt. Það er eins og að fara úr líkamanum og ég let aðstoðarkonan mín að ná í rafknúna hjólastólinn minn í svefnherberginu og fara með mig í lyftaranum að honum, hækka mig upp hjólastólinn í þá hæð sem ég get sest og losa seglið. Ég hringi í neyðarþjónustuna eftir klukkan 21 hjá öryggismiðstöð og spyr tækniaðstoð hvort sé að tala við eitthvað sem getur komið og metið bilunina. Það er víst ekki. Starfsmaður í öryggismiðstöð kannast ekki við það og bað mig að hringja daginn eftir. Ég hringi aftur og mig gefið samband en símtalið fór aftur á skiptiborð í öryggismiðstöð. Það er ekkert svoleiðis hjá Fastus. Á mánudag hef ég samband við Sjúkratrygginga og ég fæ annan lyftara þar sem ég get ekki látið leggja mig inn meðan að viðgerð stendur. 50 vetur fyrir utan varmárskóla og bíllinn fer ekki í gang. Handbrissan er föst, við erum föst inni, náum samband við Kristján, hann kemur aftur klukkutíma og gerir við bíluna á staðnum. Það er of kalt til að fara á hjólastólnum heim rúlandi. Miðvikudagur og lífið gengur sinn gang. Bremsun og stólinn er slitin hægra megin. Ég hringi í HTM og fær samband við verkstæði. Ég tala við starfsmann og segi mér að koma eftir hádegið og þeir skiptum vír. Ég hringi inn og starfsmann kemur út og sækir stólinn út í bíl. Ég bíð á meðan, viðgerðin tekur 20 mínútur. Föstudagur og lífið gengur sinn gang. Bremsan í vinstra megin fer. Ég fer til Sjúkratryggingar og hringi inn og athuga viðgerð. Nei, nú þarf ég að panta tíma og fá viðgerð því þeir eru á haus. Ég segi að ég hef alltaf fengið viðgerð á bremsu á stólnum meðan ég bíð. Ég þarf að panta tíma og fer heim. Ég er bremsuleys helgina, vinstra megin og það skapar hættu við allan flutning. Ég þarf að hafa eitthvað hjá mér að halda við stólinn þegar ég flyt mig í bílsætið á klósettið. Þriðjudaginn 2012. Eitthvað tíman í skólanum, hurðin á bílum vill ekki lokast, ég er heppin það er ekki rigning, ég fæ samband við Kristján sem kemur eftir hálftíma, hann er að loka hurðinni og ég fer með bílinn á verkstæði. Hann keyrir mig heim á bílnum og tekur bílinn aftur, því skipta þar rofa.
Sunnudagur á leið á sýningunni í Halleikofnum. Lyftan fer ekki niður. Ég næ í Kristján sem er á hestbaki og getur komið eftir nokkra tíma. Ég missa leiksýningunni. Föstudagurinn 13. maí 2016 á leið á ráðstöfnu á Grand Hoteli. Lyftan vill ekki fara upp. Olíuleikur í pumpu og flæðir inn í lyftuna. Ég sitt föst inn í bíl. Ég kem seint á ræðstefnuna. Viðgerðarmaðurinn hættir að ýta lyftinu inn í lyftuboxið svo ég geti farið út úr bílnum með sliskjum. Ég sem á þessar sliskjur í skottinu í bílnum. Þar kostuði 50.000. Ég er bíllaus í nokkra daga og fer á ferðaþjónustunni í vinnuna. Nóvember 2013 líður gengur sinn gang. Lyftan bílar og ekki er hægt að gera við nema að fá varulegt utan. Ég þarf að sliskju til að komast inn út úr bílnum í 3 mánuði. Mánudagurinn 29. september 2008. Ég er að sækja fyrsta lyftubílinn minn til Heklu sama dag og Glitnir er tekið niður. Ég er stressuð því ég er ekki örugg að nota svona lyftu og ég man ekki hvað takki því hvað á fjárstýringunni. Ég hélt að umboðsaðili kæmi á staðinn til að sýna mér betur á lyftinu og sætið. Nei, það var ekki svo að ég setti óvart lyftuna vitlaust inn og hún var föst. Ég varð að fara á verkstæðið og sitja þeir inn í 4 tíma meðan hurðin var tekin af og ég gert var við bílinn. Ég var að pissa á mig. Miðvikudagur og líður gengur sinn gang. Hér sit ég og deili minni reynslu á málþingi sem haldir í fyrsta sinn hjálpartæki. Það var mál til komið. Takk. Og við þökkum Kolbrúnu kærlega fyrir. Þetta var, ég ætla nú ekki að segja skemmtilegt, en athyglisvert. En þá er komið að næsta lið á dagskránni. En þá kemur fulltrúi frá Sjúkratryggingum Íslands. Og það er hún Björk Pálsdóttir. Hún er sviðsstjóri hjá Sjúkratryggingum og ætlar að segja okkur svona stöðu og stefnu í hjálpartækjamálunum. Gjörðu svo vel, Björk. Og Stefán tæknimaður er búinn að koma að gera þetta klárt. Glær hann kominn. Já, góðan daginn og ég vil byrja á því að þakka fyrir að vera boðið að halda erindi hér á þessu málþingi og ég fagna þessu málþingi mjög. Ég ætla svona að segja frá hvað við erum að gera hjá Sjúkratryggingum Íslands í hjálpartækjamálum núna og hver stefnan er í nánustu framtíð. Að við erum með göfugt hlutverk að veita sjúkratryggðum einstaklingum á Íslandi aðgengi að bestu mögulegri hjálpartækjaþjónustu og lausnum til að hjálpa þeim að njóta hámarks lífsgæða. En ljósi þess að við erum að tala og það sem búið að vera að koma fram hér, þá náttúrulega eins og kemur fram að það er reglugerð sem við vinnum eftir og þannig að við erum ekki að ná yfir alla málaflokka. Nú virðist draumurinn okkar almennt, það er pöntun á tæki og það er ákveðin framleiðsla og afgreiðsla til notenda á tæki og svo er þjónusta. Þetta er svona gróft en hér ætla ég aðeins að fara nánar í þetta eftir. Nú en framtíðarsýnin okkar við höfum sett hana til 2025, 20 til 25, að við viljum hafa lokið við að færa aðstoð við notendur til fagfólks, heilbrigðisstarfsfólks eða heilbrigðiskerfisins og að viðhald búnaði til þjónustaðila út í bæ. Með þessu vil ég meina við höfum skerpt á hlutverki SÍ, Sjúkratrygginga Íslands, að vera samningsaðili og greiðandi fyrir þjónustu við notendur. Við viljum stefna því að halda ánægju notenda með þjónustu yfir 4,2 af 5 mögulegum í árlegri mælingu. Og í öðru lagi þá viljum við að kostnaður af þjónustunni haldist innan við meðaltal á Norðurlöndunum. Það er mikið borið saman við hvernig þessi þjónusta er hér og við hinn Norðurlöndin. Og umsýslukostnaður af umsóknarferli hefur lækkað 50% að raunvirði með aukinni rafrænni þjónustu. Þannig að við erum mikið í að rafvæða þjónustuna og viljum þá að þessi rekstrakostnaður hjá okkur lækki. Með aukinni rafrænni þjónustu og skilvirku ferli, samstarfi við fagfólk og bættri samningagerð við birgja að þá teljum við að við munum ná
að afgreiða 97% umsókna innan 5 daga og 97% viðgerða innan 7 daga. Í þeim hluta sem endurnýting reynist hagkvæm að þá ætlum við að auka endurnýtingu í 95%. En á síðustu misserum þá hefum við verið að skerpa mjög á reglum endurnýtingu tækja. Við fórum í það eftir hrun að við þurftum að endurnýta mjög mikið og það var í góðu samstarfi við allavega samtökin og slíkt til þess að bara þyrfti ekki að þrengja reglur. En nú erum við búin að vera að líta á bara málin að nýju og erum að skerpa á þessu til framtíðar. Nú, fólkið okkar hefur þróast í að vera markvisst í leita hagkvæmri tækni til að mæta þörfum notanda ásamt því að þjálfa og leiðbeina fagfólki sem annast einstaklinga í þörf fyrir hjálpartæki og með virðingu, framsækni og fagmennsku að leiðarljósi að þá stefnum við að við munum ná að fylgja eftir markmiðum skilvirkni og gæði í þjónustu. Nú, hvað ætlum við að gera til þess að uppfylla þetta hlutverk okkar? Að það er að annast mat á nýrri tækni, innleiðingu hennar og þjálfun heilbrigðisstétta í notkun þeirra. Nú, mat og val á tæknibúnaði sem fer yfir ykkur ákveðin 1000 króna því að við munum ekki, allavega ekki byrjun, úthluta því hlutverki til heilbrigðisstarfsfólks, þannig að eitthvað af matinu og afgreiðslu umsókna verður inni hjá okkur. Að það verður þjónustuborð fyrir notendur, vísun á fyrstu hjálp og bráðaþjónustu, útboð á búnaði og samningagerð við birgja gagnvart vörum og þjónustu og eftirfylgni með þeim. Nú, stýrum framboði og lagerhaldi á endurnýttum og nýjum tækjum. Að við ætlum að reyna að tryggja það að tæki séu allavega í flestum tilvikum algengustu tæki séu til hér á landi í meira mæli en nú og endurmenntun heilbrigðisstétta og gerð leiðbeininga vegna tækja og búnaðar verði gerð. Og við ætlum að reyna að nýta okkur alla tölfræðilega greiningu til að hafa eftirlit með allri þjónustunni. Nú, stefnumarkandi áherslu sem við erum að setja okkur, það er að öll þjónusta við notendur, eins og ég sagði áður, verður færð í rafrænt ferli og bætum þannig þjónustuna, einföldum eftirlitið og drögum úr kostnaði. Og búnaður undir viðmiðunarmörkum og einnota vörur alfarið afgreiddar á grundvelli mats fagfólks sem annast hinn sjúkratryggða. Að afgreiðsla búnaðar og viðgerðir færast til ytri þjónustuaðila og gæði þjónustunnar tryggð með mælingum og eftirliti. Og þannig í rauninni okkar hlutverk svolítið að breytast, að hafa eftirlit með aðilum en að við komum því til framkvæmda út í bæ hjá heilbrigðisstarfsfólki eða hjá birgjum. Og aukin verði ábyrgð birgja á viðhaldi búnaðar og það eins og það komið fram hér í dag að það breyttist hjá okkur í vor. Nú, áhersluatriðin í fyrra og í ár að það að minnka lagurinn hjá okkur. Að lagurinn hjá okkur hefur verið í rauninu bara geymslulagur af notuðum hjálpartækjum og við erum að breyta lagurnum í að hann verði afhendingarlagur. Þannig að öll tæki sem á lagur hjá okkur eru tilbúin til afhendingar, þannig að það minnki biðtíma. Úthýsing allra viðgerðarþjónustu, það annarri þjónustu vestæðst en þeirri sem lýtur að endurnýtingu hjálpartækja og þetta var gert frá með 15. maí hérna á höfuðborgarsvæðinu og reyndar eins og komið fram að Eirberg það fer í notkun núna eftir helgi. Við ætlum að auka þjónustu og erum aðeins byrjuð á því varðandi heimkeyrslu á hjálpartækjum og við ætlum að tvískipta úrvinnslu eða afgreiðslu umsókna þannig að í stað núverandi fyrirkomulags þar sem að afgreiðsla umsókna í rauninni í okkar höndum að hún verði í vaxandi mæli í höndum heilbrigðisstarfsmanna þar sem þeir panta tæki hjá okkur og við í rauninni afgreiðum þær pantanir
og síðan erum við með eftirlit með þessari afgreiðslu. Nú, markmiðasetningin, það er að við varðandi afgreiðslu, og við tek hérna dæmi göngugrindur og handknúna hjólastóla, að í 2016 þá er forgangurinn 3 dagar á afgreiðslu umsókna og við stefnum að 2 daga afgreiðslu á næsta ári og við förum svo í að reyna að koma því í samdægurs afgreiðslu. Vissulega eru margar umsóknir sem við erum í dag að ná samdægurs, en þarna erum við að tala bara allar umsóknir. Varðandi göngugrindur, já, þetta eru göngugrindurnar, að þá eru afgreiðsla á stöðluðum göngugrindum að það hefur verið hjá okkur að 80% umsókna skulu afgreiddar innan við 3 vikur, en 2018 þá stefnum við í það að reyna að afgreiða það innan 3 daga og 2020-2025 að þá viljum við geta afgreitt það samdægurs. Nú, sérhæfðar göngugrindur, að það er sama, við höfum verið með það að stefna því að 80% séu innan 3 vikna í 2016, en að það verði 7 dagar 2018 og svo 80% séu innan 3 til 5 daga á árunum, eða ná því á árunum 2020-2025. Nú, varðandi hjólastólana, að þá eins og ég sjáu þarna, þá er þetta bara svipað. Við erum ekki kannski að ná alveg sérhæfðum hjólastólum á sama tíma eins og göngugrindunum, enda flóknari búnaður. Nú, eina megin forsendum að sé hægt að standa undir þessari aukinni eftirspurn sem við sjáum eftir hjálpartækjum og aðstoð er þessi samvinna við heilbrigðisstarfsmenn og birgja. Við fórum í það að skoða hvernig dreifingin er í dag og hvernig hún mun líta út 2030. Og það er alveg gífurleg aukning framundan í þörf fyrir hjálpartæki. Eins og ég sjáu þá er rauða kurvan, það er það eins og það hefur verið umsóknarfjöldin eftir aldri umsækjanda á árunum 2012 til 2014, en bláa reiturinn sýnir hver þörfin verður, eða umsóknarfjöldin verður 2030. Þannig að við erum svona tölum bara fjallið sem er framundan. Þannig að þetta er alveg gífurleg aukning sem við erum að sjá fram á að þurfa að þjónusta. Nú, viðgerðarþjónustan, eins og komið hefur fram, að þá gerðum við samninga við 6 birgja á höfuðborgarsvæðinu viðgerðarþjónustu og það eru lengri opnunartímar, mun lengri heldur en var hjá okkur og þetta við höfum verið að heyra það og við höfum fengið ítrekaðar ábendingar það og þannig að opnunartíminn er mjög ríflegur eða bara frá 8 eða 9 til 16 eða 17 og svo erum við með öryggisvakt eftir það til klukkan 24 á miðnætti og eins helgar. Og við vonum að þetta komi sér vel fyrir notendur og þetta styttir líka vegalengdir fyrir notendur og við erum með tækniþjónustu helgar frá Fastus og almenna öryggisbakvakt hjá öryggismiðstöðinni eftir hefðbundinn vinnutíma. Nú viðgerðaraðilar á landsbyggðinni, að þetta er yfirlit yfir þá og það er stefna okkar að fjölga þeim. Akureyri, Húsavík, Þórshöfn, Egilsstaðir, Vestmannaeyjar og Ísafjörður. Nú næstu skref í bættu ferli hjá okkur að það er að auka þjónustuna við notendur og það er sem að snýra að viðgerðarþjónustunni, það er að efla og þróa hana, stytta biðtímann, reglubundna viðhaldsskoðanir á rafknúnum hjálpartækjum
Við byrjum á rafknúnu hjólastólunum og tökum svo önnur rafknúin hjálpartæki í kjölfarið og eins og ég sagði áðan fleiri þjónustuaðila á landsbyggðinni. Aukin áhersla á birgðastjórnun hjá okkur inni, það að við erum að byggja upp sérþekkingu í birgðastjórnun og breyta lager í afhendingarlager til þess að flýta fyrir afgreiðslu þannig að biðtími verði styttri og tækin verði game train samsett og í lagi á lager og að lager verður endurskipulagður eftir tegundum tækja og tíðni úthlutana. Þannig að við erum í heilmikilli vinnu núna í birgðastjórnun. Nú, aukin áhersla á að hraða afgreiðslu tilbúinna tækja og að senda heim til notendur. Einfalda og stytta umsóknarferlið. Það líka í farvatninu sem að skila sér auknu skilvirkni hjá okkur, auknar heimildir heilbrigðisstarfsmanna, til dæmis í heimaþjónustu. Við erum komin á stað með tilraunaverkefni sem að við munum keyra og það með heimaþjónustun hér á höfuðborgarsvæðinu. Það 3 iðjuþjálfar sem taka þátt í því og síðan ætlunin að bara þegar það tilraunaverkefni komin lengra að bæta við fleiri heilbrigðishópum og heimasjúkraþjálfarar, heimahlýning, þeir sem að sinna krabbameinsveikum og svo framvegis og framvegis. Efla eftirlit og gæða hlutverk stofnunarinnar, það fræðsla til heilbrigðisstarfsmanna. Við erum að tala að byggja upp svokallaðan HTM-skóla fyrir heilbrigðisstarfsmenn og sækjum fyrirmynd til innan Norðurlandana. Eftirlit með úthlutunum heilbrigðisstarfsmanna og eftirlit með gæðum þjónustu aðila. Þetta það sem ég ætlaði að kynna. Takk fyrir. Þá mun fundarstjóri opna fyrir spurningar ef einhverjir eru. Vill einhver, gjör svo vel. Þóra, viltu ekki byrja? Já, hann kemur hann Vilhjálmur með. Já, komið sæli, þetta Steinunn Þóra, takk fyrir erindið. Mér langaði að spyrja, gerið þið ráð fyrir í þessu ferli að notendur hjálpartækjanna komi einhvers staðar inn í þetta, til dæmis hvað varðar fræðslu til heilbrigðisstarfsmanna? Hvort það sé einhvers staðar gert ráð fyrir notendanum í þessu breytta verklagi hjá ykkur? Takk. Bara takk fyrir spurninguna, þetta bara mjög góð ábending og ég held að við munum gera það alveg örugglega. Við erum bara á algjörum byrjunarstigi í þessu og við erum svolítið að prufukeyra þetta með þessum 3 sem ég nefndi áðan. Þannig að þetta bara mjög góð ábending, bara takk fyrir hana. En við höfum átt fundi með fulltrúum samtakana, bæði Öryrkjabandalagsins og Þroskahjálpar og samtaka eldri borgara. Þannig að þeir hafa verið á fundum með okkur og fylgst með þessu ferli og við höfum kallað svona eftir líka ábendingum frá þeim. Fleiri sem viltu spyrja? Já, þú Vilhjálmur, þú segir þetta vel. Takk fyrir, Kolbrún. Mér langaði bara að spyrja þessa neyðarþjónustu. Það rétt skilja mér það ekki að það einungis þeir sem í rafknúnum hjálpartækjum með bíl, rafmagnsstól og liftara koma fólki út úr tækinu. Það ekki gert við helgar. Ef þú ert á handknúnum hjólastól og dekki springur eða bremsan fer, þá ekkert gert við helgar. Ég spurði fasturs tækniþjónustu. Fólkið hjá öryggismiðstöðinni það hafði ekki hugmynd hvað það væri fyrir hringdi. Við erum með tækniþjónustu frá Fastus frá 9 á föstudagskvöldum til miðnættis og eins helgar frá 9 til 24 og það snýr að rafknúnum hjálpartækjum. Allavega til að byrja með, þá byrjum við þar og við viljum sjá hvernig þetta þróast og hver eftirspurnin verður. Margir sem eru með hjólastóla eru með 2 hjólastóla og ég bara vil líka hvetja, við þurfum svolítið þetta að ef viðkomandi með 2 hjólastóla tryggja þá alltaf að hinn stóllinn sé í lagi. Þannig að við þurfum bara að þróa þetta og ég kalla bara eftir þessu sama eins og komið fram hér að við bara allar ábendingar eru bara mjög vel þegnar. En einhvers staðar verðum að byrja, við byrjum frekar smátt til þess að bara að
hafa svigrúm, hvernig við viljum gera þetta. Já, takk fyrir þetta Björg. Velkomin á grillið. Ég tek hatt minn ofan fyrir þér að standa þarna og það er ekki auðvelt hlutverk. Aðeins meira varðandi bílana. Það og það brennur mjög á fólki og það er ágætt að Nicole er hérna líka. Að það eru ákveðin hjálpartæki sem mega bara kosta ákveðið mikið. Og ef þau kosta eitthvað meira, þá borgar viðkomandi mismuninn. Þannig er ég að tala sérstaklega eins og Kolbrún nefndi, aksturstæki í bílana, þau lúta bara ákveðinu upphæð. Og síðan er þetta bara eins og að fara til tannlæknis. Ef gjaldskráð tannlæknisins er orðin úrelt, þá borgar þau bara með svo gúð. Í tvík núna, í lok vetrar og núna, hefur verið mynd á þetta. Og til að gera langa sögu stutta þá hefur ráðuneytið ekkert svarað. Ég veit hins vegar og þú hefur sagt það í mínu eyru að draugareglugerð þar sem að þessi upphæð umræði var hækkuð er til. En vegna þess að pólitíkin er svo óstöð að þá hefur verið dregið að sér höndum og það hefur þá væntanlega verið gert aftur núna, ekki satt. Því vil ég ekki orðlengja þetta frekar heldur biðja kannski Guðríði sem satt með mér í nefndum bílamál og bara ítreka það að þessi mál verið tekið til endurskoðunar sem og fleiri og biðja Guðríður ef þú nennir að afhenda þessi 2 bréf þess efnis. Takk. Guðríður var búin að biðja orðið næst, þannig að hvað ég gera. Það var eitthvað annars. Já. Ég fær bara næst orðið. Ég fær nokkuð. Guðríður, þú fær næst orðið. Vel valin orð. Ég ætti bara að. Þú ætti bara að afhenda þetta. Ok. Nú ég held að fara að tala. Nei. Ok. Takk fyrir. En þá, gjör svo vel. Vil ég svara? Já, sæl, ég heiti Heiða Björg og er borgarfulltrúi og varaformaður MS-félagsins. Það kom mér svolítið óvart að maður mætti hafa 2 hjólastóla. Við erum alltaf að heyra í fólki sem þarf að skila og ekki. En það er svo sem önnur saga. Það sem ég langaði að spyrja var, nú er mikið talað velferðartækni og stjórnmálamenn tala mjög mikið velferðartækni. Er einhver greining á því hjá ykkur varðandi nýja tækni sem er að koma og fleiri tæki sem er að standa fólki til boða að fá? Þetta orð velferðartækni, það er mjög breið skilgreining á henni og eins og við höfum rætt þetta bara á fundum í Norðurlandasamstarfi að þá eru hjálpartæki kannski hluti af þessari velferðartækni en það sem og það er bara, þetta er ákveðin túlkunaratriði. Hvað er velferðartækni? Það er bara velferðartækni líka til þess að bara auðvelda þjónustu innan bara kerfisins og þá er spurning hver ber ábyrgð á þjónustunni. Það getur verið sveitarfélögin sem ber ábyrgð á því eða heilsugæslan eða einhver allt annar aðili. Þannig að velferðartækni er mjög víðtækt orð. Hjálpartæki, já. Við erum, það má alveg segja að vitanlega þegar það er þróun á tækni sem að lítur að innan ramma reglugerðarinnar, að þá erum við að fylgjast með og erum að reyna að taka þá nýju tækni inn. Ég get bara nefnt bara nýlegt dæmi, já. Ég ætla að nefna kannski annað dæmi sem við erum bara á fullu í núna. Að það er komin ný tækni fyrir sykursjúka til þess að mæla blóðsykur. Og þetta er alveg bylting fyrir notendur. Það sem þurfa ekki að stinga sig til þess að ná í blóð og setja blóð á strimil og mæla þannig blóðsykurinn. Þannig að þetta er bara vonandi, við erum bara komin í samningaviðræður þennan búnað og þetta er bara bylting. Ég var að fá bara póstum það í dag að
Ég held að það sé Bretland sem að taka þessa tækni í notkun 1. nóvember. Og það eru ákveðna reglur að það þurfa að vera íslenska leiðbeiningar og annað í öllu, þannig að við erum að skoða þessi tæki, hversu fljótt hægt að koma þessari öllu því sem að við gerum kröfur þannig að það sé sem best fyrir notendur, séu komin inn í þessa tækni til þess að hún verði tekin í notkun hér á landi, en við stefnum að núna að haustmánuðum. Og ég var einmitt að tala við Sigríði bara í síðustu viku samstarf við félög sykursjúkra í þessu átaki sem við erum að fara í framundan. Og þetta ný tækni og vissulega við erum að reyna að taka nýja tækni. Já, þakka kærlega fyrir, Björk. Ég ætla að fá orð. Þú vildir ekki áðan orðið? Nei, ég vildi fá orðið, ég var bara afhendinum bréfið á það. Já. En ég vil fá orðið. Þú vilt fá orðið? Já. Þú varst búin að biðja orðið nefnilega, ég ætla að gefa þér orðið. Já, takk fyrir. Já, ég þakka þér fyrir Björk, fyrir þitt erindi. En þú ræðir það mikið að þið ætlið að sjá hvernig reynslan verði. Það er svolítið óglögt hversu lengi ætlið að bíða. Hversu lengi á þetta að taka tímann sinn að sjá hvað verður reynslan á þessu? Ertu þá að vísa til viðgerðarþjónustuna núna? Meðal annars? Já, sko við erum með bara reglulega fundi með staðunum. Þannig að við þurfum bara svolítið að skoða, en við erum að tala í skamman tíma. Við erum ekki að tala þarna ykkur fleiri mánuði. Fá einu á mánuði kannski? Já, við erum að vona. Með haustinu, næsta eða hvað? Sko, við vonum það, en byrgjarnir eru að gera sitt besta. Þannig að við erum að reyna að ýta á það líka. Kæra þakkir, Björk. Ég biðst afsökunar, fundarstjóri var búin að vera svo kvefaður og varð allt í einu meira kvefaður. En já, það er samt, getum við talað ánægilega hluta því mjög máli skilt með nýju tæknina, þá ætlum við að reyna að fara í samstarf við að fræða bæði notendur og heilbrigðisstarfsfólk. Þetta er nýtt, það þurfa allir að læra. Þannig að þetta var mjög ánægilegt að geta komið því að framfæri. Að það er eitthvað, það gerist eitthvað, en við erum búin að bíða alltaf lengi samt eftir freestyle. Það er annar handleggur, það er búið að vera lengi í bígerð. En eigum við eftir nokkur erindi, við eigum eftir 2 erindi og eina samantekt. Þannig að næsta dagskrá er Guðrún Sonja Kristinsdóttir. Hún ætlar að tala aðstöðumun eftir búsetu og sjúkdómum. Guðrún Sonja Kristinsdóttir, gjörðu svo vel. Takk fyrir og takk fyrir að leyfa mér að koma. Mér langar aðeins til þess að ræða. Ég heiti Guðrún Sonja Kristinsdóttir og er iðjuþjálfur á búsetusviðinu á Akureyri. Þar sinni ég 2 hlutverkum. Ég er bæði matsfulltrúi og með þörf fyrir þjónustu og svo sinni ég ráðgjöf iðjuþjálfa líka. Þetta þýðir það að ég fer inn á vel flest heimili á Akureyri þar sem óskað er eftir þjónustu að einhverju tagi frá heimaþjónustu. Þannig að ég er að heimsækja mjög marga og það liggur fleira undir þar sem við erum að fara. Ég fer og heimsækja nágrannasveitarfélögin líka því að það er samningur við nágrannasveitarfélögin við Akureyri að meta þörf fyrir þjónustu. Þannig að ég fer og heimsækja þá sem er í Hörgárbyggð og Svalbarðsstrandarhreppi, Eyjafjarðarsveit og Grýtubakkarhrepp. Þannig að svæðið er ansi stórt, þannig að ég er búin að hitta ansi marga á þessu ári. Bara svo að það sé sagt. En nú lít ég vel sátt. Sko, það sem ég ætla að tala að ég ætla aðeins að tæpa á aðgengi að ráðgjöf og hjálpartækjum eftir búsetu og reglugerðina sjálfa og skyldur seljanda og svo ætla ég aðeins að fara að taka þetta saman í lokin. En fyrst langar mig til þess að segja ykkur af hverju ég brenn svona rosalega fyrir þetta málefni sem ég er að tala en þetta virkilega brennur á mér. Ég er sjálf frá litlum stað og fór ekki að læra iðjuþjálfun fyrir ansi seint. Móðir mín var með MND og lést ung úr þeim sjúkdómi og
og faðir minn var veikur líka, þannig að hann líka fallinn frá. Og þjónustan sem við fengum á þeim tíma sem þetta sem orðin ansi mörg ár síðan, móðir minn lést 99 og faðir minn 2003, að þjónustan sem við vorum að fá, hún var ekki mjög mikil. Það var þannig að þetta brennur mjög á mér. Og það er eina af ástæðan fyrir því að ég ákvaða að fara og læra iðjuþjálfun. En ég sérst útskráðist 2010, starfaði á Reykjalundi í 1 ár sem var mjög góð skóli. Og síðan vann ég á leikskóla með fatlaða litla stúlku þar og svo er ég búin að vera í þessu starfi sem ég er í núna frá 2014. Og ég er sko búin að læra mjög mikið á leiðinni, skal ég segja ykkur. Það sem við erum svolítið að læra á leiðina því að námið okkar er náttúrulega bara ákveðin grunnur og síðan erum við alltaf að bæta við þekkinguna. Og þá er svo ómetanlegt að geta leitað í aðra fagmenn og fá ráðgjöf og leiðbeiningar. En aðstöðumunur eftir búsetu segi ég, á þessum minni stöðum þar eru ekki eins gott aðgengi að einhverjum ráðgjöfum eins og er á stærri stöðunum. Það eru ekki iðjuþjálfar starfandi út um allt og það sem ég hef virkilega tekið eftir eins og á þessum minni stöðum sem ég er að heimsækja, að ég er stundum að finna fólk og segja sem svo, eins og það segja stundum þegar ég hringi þær í sjúkratryggingar áður en ég sendi inn umsóknir, hvað fannstu nú? Af því að það er oft fólk sem er bara verulega illa statt þegar ég er að koma til þeirra. Engin hjálpartæki, það hefur engin einhvern veginn komið og tekið út umhverfið eða ráðlagt fólki eða neitt þannig. Læknar eru oftast nær ekki að fara heim og skoða aðstæður fólks. Þannig að þeir eru af góðum hug oft á tíðum að sækja eitthvað sem augljóst eins og göngugrindur eða hjólastól, sækja jafnvel baðbretti en veit einhver læknir þá kannski, eða ekki endilega læknir, veit einhver þá kannski hvernig baðkarið sem er heima hjá viðkomandi, er kannski hotbakar sem ekkert baðbretti passar á. Þannig að það er svo mikilvægt að það sé einhver sem fer heim og kíkir á aðstæður, þannig að séu hjálpartæki við hæfi sem er verið að óska eftir fyrir fólk. Þannig að það er mjög mikilvægt að sé gerð heimilisathugun. Og það hefur mér fundist ekkert endilega að vera í boði og ég veit að frá þeim litla stað þar sem ég er að það er það til dæmis ekki í boði. En sko, það hefur verið mjög mikið talað heilsugæsluna og við þurfum að efla heilsugæsluna og það eru konið fleiri sálfræðingar inn í heilsugæsluna sem er mjög gott og frábært. En við þurfum fleiri fagstéttir inn í heilsugæsluna. Það eru heilsugæslar út um allt land. Við þurfum líka sjúkra og iðjuþjálfa þar. Til þess einmitt að geta komið til móts við fólk og það sé verið að sækja hjálpartæki við hæfi fyrir fólk óháð hvar það býr á landinu. Síðan er annað sem að okkur finnst svolítið svíða og við erum alveg að finna fyrir bara á Akureyri að við höfum oft ekkert mjög gott aðgengi til þess að geta prófa tæki með skjólstæðingum, ekki heldur á Akureyri þó það sem er stór staður að með við marga aðra. Með stæðstu tækin og flóknustu eins og til dæmis rafmagnshjólastóla að þá hefur það meira segja komið upp í oftar en einu sinni. Ok, hver á að borga fyrir tækið eða á að koma norður? Á það að vera skjólstæðingun sjálfur? Á það að vera sjúkratryggingar? Eða að vera byrgin? Hver á að borga? Og það er eiginlega kannski bara svolítið fátt svör. Og þetta er klárlega aðstöðumunur. En þetta eru stór og dýr tæki og stundum höfum við á tilfinningunni erum við kannski svolítið að panta út í loftið og vona það besta. Það er eitthvað af tækjum sem eru inn í Kristnesi sem við getum farið og fengið að prófa en þá þurfum við að fá ferliþjónustu þangað þannig að Kristnesi er pínlítið frá Akureyri þó það sé ekki mjög langt. Þannig að það er pínu aðstöðumunur þannig að okkur finnst það brennur svo litið á okkur þarna fyrir norðan í það minnsta. Velferðartækni, Björk kom aðeins inn á það áðan að velferðartækni hefur mikið verið rædd og auðvitað er mjög hröð þróun.
En mér finnst að stundum gleymast pínulítið einmitt hvert skilgreiningaratriðið hvað velferðartækni Sumir vilja meina að velferðartækni sé að allstað komi ryksuguróbótar. Þannig að það sé hægt að draga úr að því að það verður sprenging, ekki bara í umsóknum á hjálpartækjum, það verður líka sprenging með hækkandi aldri samfélags eða þegna að þá verður líka sprenging í heimaþjónustumálum og við verðum einhvern veginn að hugsa þetta upp á nýtt, þannig að við höfum ekki mannskap til að sinna þessu öllu. En það eru mjög margir sem tala velferðartæknina svolítið sem, já, ryksuguróbóta, iPada inn á öll heimili. Ég hef alveg komið inn á heimili hjá fólki sem 80 plus og ekkert endilega voða kyngift fyrir því að það verði iPad á borðinu hjá þeim. Vera hálfhrædd við þetta. Þó að sumir séu alveg vissulega að nota þetta. Það alveg allur gangur á. En sko, velferðartækni bara náttúrulega svo rosalega margt. Velferðartækni líka þessi venjulegu hjálpartæki sem við erum að sækja Það að aðlaga umhverfið og það að gera umhverfið þannig að einstaklingurinn geti bjarga sér á sem bestan hátt sjálfur, þó svo að við komum og hjálpum honum á einhvern hátt sem það þarf, en að hann geti verið sjálfbjarga og virkur sem allra lengst og sem allra mest. Og með réttir þjálfun að þá það oft hægt, óháð aldri. Þannig að, og oft á tíðum, á sum heimili, að ég skulum segja ykkur pínlítla sögu, sko, á sum heimili sem ég að koma inn á, þá fólk oft búið að bjarga sér alveg ótrúlega flott, sko, það búið að búa til, binda kaðal í rúmgaflinn til að toga sig upp og svona. Við fyrir nú að geta trufla eitthvað til þess að þurfa að fá eitthvað inn á heimili, við viljum það kannski ekki neitt. Og jafnvel, ef fólk árið eftir með að standa í sturtunni, að þá maður ekkert að vesens með það. Það búið að redda sig með því að setja bara plaststólinn úr garðinum þarna inn í sturtuna og svo þetta náttúrulega bara stór hættulegt. Af því plastið í þeim stólum ekki ætlað til þess að vera í hita og kulda í sturtu til skiptis, þannig að það getur náttúrulega bara sprungið og brotna undan fólki fyrir utan það rennur. Þannig að það oft sem að fólk búið að vera með alls konar skítarettingar, ef hægt að segja sem svo, af því að það ekki að óska eftir aðkomu fyrir alveg í lengstu lög. En ég held að með aukinu umræðu þá breytist það líka. Og svo ætla ég nú aðeins að tala reglugerðina. Við erum samt búin að tala helling hana. Og sko það stefna stjórnvalda að allir séu heima eins lengi og unnt ekki satt. Til þess að það sé hægt, þá verðum við líka að hjálpa fólki til þess að bjarga sér sjálft, þannig að það geti verið heima. En eins og reglugerðin núna, að þá hún sem að þú þarft að vera með ákveðna sjúkdóma þannig að þú rétt á hjálpartækjum. Þó vissulega að ef að þú ert með mjög góð rök fyrir að hjálpartækin þurfi og góða færnilýsingu og annað, þá stundum eru samþykkt hjálpartækin hjá fólki þrátt fyrir að vera ekki með þessa skilgreindu sjúkdóma sem eru í reglugerðinni, en það ekki alltaf. Og hvað með þá fólk sem að út landið, þar sem eru ekki heilbrigðisstarfsmenn sem eru að rökstyðja þá það vel að það sé tekið tillit til þess. Þannig að það verður að vera aðgengi að þeim heilbrigðisstarfsmönnum þannig að rökstuðningunin komi þá á réttan stað. En þeir sem eru með þessa taugasjúkdóma, þeir eru yfirleitt að fá þau hjálpartæki sem þau þurfa á að halda. En hvað með fólk sem með líkamlega einkenni vegna geðrannna vandamála, ætli sé auðvelt að fá hjálpartæki fyrir það fólk, ekki samkvæmt reglugerðinni. Og eins með gigtarfólk, þá oft erfitt að fá hjálpartæki. En til dæmis eins og nú líka rætt mikið það að það sé mikið lyfjanotkun í okkar samfélagi. En með réttum hjálpartækjum, til dæmis eins og góðum snúningslökum eða yfirdýnum sem að minnka tog og annað á fólk, jafnvel hægt að draga úr því og þar með draga úr fallhættu.
af því fólk að hvílast betur. Þannig að mér finnst að þurfa að hugsa reglugerðina betur upp og mér heyrist nú með við það sem á undan hefur verið sagt hérna að það séu fleiri sem eru sammála það. Og í mínum draumum, í fullkomnum heimi, þá myndi ég vilja sjá það að ICD-númer skipti minna máli en færni. Hvað með fólki sem með sjúkdóma sem heiti ekki neitt? Tekst ekki að greina. Þannig ég myndi, í fullkomnum heimi, myndi ég vilja sjá greinagerðina þannig, eða reglugerðina þannig að færni skipti meira máli heldur en ICD-greiningar. Og ég held að við séum sammála með það sem ég hef heyrt hér að við séum sammála að breytinga sé þörf. En ég verð nú samt að segja að Sjúkratryggingar Íslands hafa gert mikið átak hjá sér í að vera fljóta að afgreiða sín mál út frá sér. Sem mjög vel og ég verulega finn fyrir því. Við sækjum rafrænt og yfirleitt erum við búin að fá svar mjög hratt og örugglega. Þannig að, en það segir ekki alla söguna þó við fáum svar hratt og örugglega. Ég fæ svar til mín inn í rafræna gátt að það sé búið að afgreiða hjálpartækið en þá fer semst ef að hjálpartækið afgreitt frá Byrgja, þá vitum við ekki hvenær hjálpartækið fer frá Byrgjanum til skjólstæðingsins. Og oft fer mikil tími hjá okkur í minni vinnu, þá fer oft töluverður tími í því að reyna að fylgjast með hvort að hjálpartækin eru komin og hvort þau hafa borist. Og ef þau eru til dæmis ekki til í landinu og þarf að panta þau að utan, þá getur þetta tekið töluverðan tíma. Þannig að og oft á tíðum þá hringir fólk í mig, eða okkur. Hérna, ég fekk bréf, ég ekki búin að fá neitt til mín, hvar þetta hérna? En þá lesa það náttúrulega ekki alla leið kannski og ekki að skilja að bréfið þýddi ekki að það verður komið til þín á eftir. Þannig að einhverja leiðir þurfum við að finna til þess að það sé skilvirkara að skilaboðin komist til þeirra sem sækjum hjálpartækin eða hvernig sem það frá Byrgjum hvenær hjálpartækin að fara til skjólstæðingana. Fyrir utan það að stundum fæ ég tölvupóst frá flytjanda, því ég bý á Akureyri. Það eru sóttar 5 stuðningsstangir, geturðu kannski hjálpað mér að koma þeim út? Ég ekki með bílnum og Toyota Þannig að ég veit ekki alveg hvernig ég á að koma því. Þannig að það stundur svolítill misbrestur á því að þeir keyri tækin út, en sem betur fyrir þá ég í góðu sambandi við það. Þeir eru með netfangin hjá mér, þannig að þeir eru ekki búið þreyttir stundum á því að vera með mikið tækjum hjá sér. Þannig að yfirleitt fæ ég lista, svona reglulega, þetta ósótt, getur að redda þessu einhvern veginn. En þá fer vinna í það hjá mér að hringja í fólk alveg bara eða þá að biðja þá að keyra hlutunum út. Og því miður þá kemur það fyrir af og til að því að við vitum ekki alltaf hvenær hjálpartækin koma til fólks að fólk látið áður en hjálpartækin koma. Og alltaf finnst mér það jafn sárt. Og það ekki bara sjúkrarúm, það alls konar hjálpartæki. Eitt langar mig til að tala líka, hvað skyldur seljenda. Inn á sjúkratryggingum.is að þar bara linkur sem stendur skyldur seljanda. Og samningsbundin fyrirtæki ábyrgjast að geta ætið útvega hjálpartæki og aukarhluti og varahluti og annað sem tryggja fullnægjandi þjónustu. Og þarna nokkuð góð lesning bara hverja skyldur seljanda eru og hver afhendingatímis tækja á að vera frá þeim. Ég var alveg skilning á því að ef tækin ekki til hér á landið þá tækja það kannski eilítið lengri tíma. En það væri voða gott að við fengjum að vita af því. En þeir eiga líka samkvæmt þessu að koma og kenna fólki á og stilla tæki og ég vil setja þau upp. En það var bara við á höfuðborgarsvæðinu.
Já. Þetta er næst sérstaklega. Ég er alveg orðbúin. Þannig að við söknum þess svolítið að fá að því að tækin eru mismunandi og stólarnir eru mismunandi og annað og það er ómögulegt fyrir okkur að vera sérfræðingar í þeim öllum. En ég held ég þurfi ekki að taka þetta saman. Ég held ég hafi verið ágætlega skýr þannig lagað. Eða hvað finnst ykkur? Viljið þið kannski bara spyrja mig eitthvað? Já, því ég ætlaði að bjóða fólk upp á það. Já. Þá þakka þið fyrir og þá það er opið fyrir spurningar. Byttunum við, sá ég ykkur starf, jú, Vilhjálmur er þarna og Ellen líka, já. Hann er svo skarpur sá Ég veit það ekki. áður en ég lyfti upp hendinni. Gott hjá þér, ég líka sko. Takk fyrir fyrirlesturinn. Ég var svona hálf grenjandi hálfan fyrirlesturinn af því að þú varst að tala um eitthvað sem skiptir mig geypilega miklu máli. Og mitt framlag er eiginlega bara það að mér langaði að segja þér að sem einstaklingur sem er með sjúkdóm sem er næstu því ekki til, við erum 3 ára á Íslandi og er ekki með rétta sjúkdóminn og er gigtarsjúklingur og erum ekki búin að bíða í lengstu lög með það að vesenast nú í einhverju fólki með að fá einhver stoðtæki. Þá kannski mitt aðalvandamál er að þegar ég loksins fór í það að sækja þessa aðstoð að þá er það búið að taka mig núna 6 mánuði að senda inn umsóknir hjólastól. Já. Og eins og ég hef tjáð áður í kvöld, þá er ég sponsoruð af Costco. Þeir redduðu með hjólastól sem að ég borgaði reyndar fyrir en fyrir slikt svo sem. Hann gerir ekkert fyrir mig af því sem að mig vantar nema að hann gerir mig kleift að komast úr bílnum og hingað. Já. En þannig að þetta með aðstöðu, hvar maður er, með hvaða sjúkdóm maður er, hvað læknirinn manns kann vel að senda inn umsóknina, 3 mánuðir af þessum 6 mánuðum og svo framvegis, þetta er óhugnalega mikilvægt og þá sérstaklega fyrir einstaklingur sem mig sem er ekki með halva hugsun halvan daginn og ég næ ekki að íta neina á eftir einu eða neinu. Þannig að bara takk fyrir fyrirlesturinn og mér langaði svona að setja andlit á vandamálinn sem þú ert að tala um. Takk fyrir þetta. Gangið vel. Svo er Ellen næsta dagskrá við hefum hana bara á hjörtu líka. Þú veist ekki. Ég bara sá hana en ekki hann. Mér er óskiljanlegt að þú skulle ekki horfa á mig. Mér langaði að spyrja því að þú ert nú búin að ferðast víða og hitta marga. Já. Er það þín upplifun að almennt sé hægt að finna nauðsynleg hjálpartæki á hjálpartækjalista Tryggingastofnunar eða reglugerðarinnar? Ef svo er, getur það ástæðan verið svo að heilbrigðisstarfsfólk er einhvern veginn skilist við að hugsa innan ramma þessa lista þegar það er að skoða aðstæður fólks? Ég hef ekki rekist á að ég sé að óska eftir einhverju sem er bara ekki á þessum listum. Þannig að það er alveg ótal margt á listunum og núna þegar ég er búin að vera að lúslesa samningana að þá er nú meira á listunum heldur en ég vissi mér þess að þegar ég fór að lúslesa. Þannig að ég hef ekki rekið mig á það að ég hafi verið að óska eftir einhverju sem er ekki endilega í samning. Það eru alveg tæki sem eru kannski sem mér finnst henta betur fyrir einstakling sem er ekki akkurat í samning, þá fær maður rök fyrir því og annarkvort fær maður já eða nei. Og oft hefur maður alveg fengið já við því. Svarar þetta spurningunni? Takk fyrir, þá var það Ellen. Já, takk kærlega Guðrún Sonja, þetta var mjög gott að fá svona fagmanniski til að fara yfir þetta og ég vildi kannski bara undirstrika það sem að þú segir að það er þetta með að fólk reynir í lengstu lög bara að hjálpa sér sjálft með því að binda kaðal og nota garðhúsgögnin í sturtu og mér finnst það svona eitthvað sem við þurfum að taka utanum og hlusta á því það fagfólk segir það sama þá og raun og veru fatlað fólk segir.
í raun og veru vill engin aðstoð heim, þar að segja, þetta er ekki svona, hei, ég ætla að hafa gett næs og fá aðstoð heim. Það er ekki þannig. Og það er ekki, sko, og það er svo ágætt þetta með, sko, að færni skiptir máli. Það er einmitt ekki ECD-greiningin. Sko, það er ekki ómlangur ógeðsleg Costco að kaupa mér svona göngugrind, sko. Þú veist, það er engin sem vill safna hjálpartækjum heima hjá sér bara að því bara. Og það er alveg saman með ferðaþjónustuna sem við höfum talað sko, að eins og MS-sjúklingar þurfa stundum stóran bíla, þeir stundum notar hjólastól og stundum þurfa það bara lítinn bíla, þeir stundum geta þær bara gengið sjálfur eða notast við hækju eða eitthvað. Þú ert ekki að panta stóran bíla því þið langar geðveikt til að fara á limó í bæinn, sko. Veist, og það er þetta sem er svo mikilvægt að pólitíkin heyri líka. Þegar við erum að tala hjálpartæki þá erum við að tala að fólk þarf þetta nauðsynlega til þess að komast af og geta tekið þátt í daglegu lífi. Við erum ekki að tala einhvern lúxus, það er ekki verið að safna gull í skartgripaskríni. Þannig mér er svo gott að heyra þetta hjá þér, að því þú bara undirstrikar það og með þessa reynslu, það sem að fatlað fólk er lengi búið að vera að tala og berjast fyrir. Bara takk. Takk fyrir þetta. Takk fyrir Ellen og takk fyrir Guðrún. Þá er komið á síðasta lið fyrir utan samantekt. Það er tæki til hjálpar, það er upplifun á þjónustu varðandi hjálpartæki fyrir unga mann á Íslandi og í Danmörku. Elva Dögg ætlar að segja okkur frá því. Þá fáum við smá samanburð milli landa. Gjörðu svo vel, Elva Dögg. Komið sæl og takk fyrir að bjóða mér að koma að vera með ykkur í dag. Þetta er búið að vera fróðlegt málþing og kannski ekkert endilega mikið sem ég hef ekki heyrt, en þetta hefur skerpt á ýmsu. Ég kem sem foreldri. Ég átti samtal við son minn sem þarf á hjálpartækjum að halda og bauð hann að koma með. Hann er 17 ára, að ýmsum öðrum hnöppum að hneppa. En við töluðum saman áður hvað ætti hér að segja. Þannig að við gerðum þetta í samningu. Ég er líka sálfræðingur á Rauða krossinum, það kannski kemur þess ekki sérstaklega við, en ég hef líka innsýn inn og hef hjálpað fólki sem, heyrist ekki í mér? Nei, já. Ég hef líka innsýn inn í baráttu fólk sem ég hef aðstöðað í gegnum starf mitt sem sálfræðingur, þannig að það er svo því sem ég haldi til haga. Svo er ég göngugarpur, bara svona koma því að. Og þetta er við fjölskyldan. Við hefum tekið þá, nei ok, ég þyrfti eiginlega að vera með, ég er alltaf á ferðinni. Mér finnst erfitt að láta njörfa mig niður. Þetta er við fjölskyldan og Dagur Steinn er með bleikafingurinn. Við höfum tekið það ákvörðun að lifa lífinu í gleði og höfum reynt að nota ýmis hjálpartæki til þess. Það sem ég ætla að tala á þessum 20 mínútum eru þetta hjálpartæki. Ég var beðin að koma og tala það. Upplifun okkar af þjónustu í Danmörku þar sem við fórum út og ég var í námi og öll fjölskyldan kom með. Hvernig þjónustun var háttað þar og svo miðað við hvernig hún er hér. Og svo aðeins bara okkar eigin viðhorf í samfélaginu, þátttöku, tækifæri, lífsgæðin og svo bara þessi sjálfsögðu mannréttindi. Þegar við erum að tala hjálpartæki og það er búið að tala það líka svolítið í dag, hvað nákvæmlega er það? Einhver tæki sem hjálpa okkur við hvað? Og það virðist vera að það sé mjög strangt og þröngt það sjónarhorn, hvað nákvæmlega það felur í sér og við höfum stundum rekið okkur á það. Það er mikil sérþekking á hjálpartækjum á Íslandi, við skulum ekki gleyma því. Og sem hefur nýst okkur fjölskyldunni líka vel. Og svo er það spurningin þetta hagnýta, hvort þetta sé sérsniðið að þörfum sem við höfum eða þeir sem þurfa á hjálpartækjunum að halda, eða er verið að nýta bara það sem er til, koma þessu út. Og það er dálítið fyndið að ég var og er meðlimur í CP-félaginu á Íslandi og við höfum verið með norrænar ráðstefnu og svona og það kom einu sinni hópur fólks á ráðstefnuna og meðal annars til að skoða inn í hjálpartækjamiðstöð. Og það er margt rosalega flott og vel gert þar, en þar var þessi lager sem þú talaðir sem var svona fullur af gömlum hjálpartækjum. Og þau héldu hreinlega að vera komin inn á Sjónminjasafnið. Þeim fannst þetta ekki lýsandi fyrir og þau kannski hefðu ekki séð svona tæki bara í fjölda ára. Þetta var auðvitað, þú lýstir þessu aðeins áðan. En þetta var svona, þetta vakti
fólk til umhugsunar. Svo var nú Ellen kom aðeins inn á það líka, þurfa hjálpartæki að vera smart. Mér finnst það og mér finnst það skipta mjög miklu máli að geta valið svolítið úr það sem hentar og það sem að fólki finnst töff og það sem að syni mínu finnst töff, að hann geti fengið að segja eitthvað til það. Nú ferlið, það er rosalega margt vel gert hérna á Íslandi, við höfum oft verið mjög ánægð með marga þjónustu og mörg hjálpartæki, en það er aðalega þessi þyngsli í kerfinu, ferlið á þessu öllu saman er of þungt. Og svo er það sambandið við viðgerðarþjónustuna, það er búið að tala svolítið um það. Opnunartíminn, það stendur nú vonandi til bóta, en það þarf auðvitað að vera þannig að það sé þó hægt að nýta þjónustuna ef búið er að auglýsa það. Vonandi verður þetta eitthvað sem að verður lagað vegna þess að opnunartíminn eins og hann var, og það er svo gott að það sé búið að breyta þessu, hentaði náttúrulega alls ekki mörgum og sérstaklega ekki fólki í vinnu. Nú, hér er drengurinn í fótbolta, hann stundaði sín áhugamál og gerir og er að æfa fótbolta hérna með Stjörnunni og mér fannst það sem móður virkilega gaman að hann gat staðið upp og þegar allir átti að fara að hita upp og þá keyrði hann fram og tilbaka og hitaði þannig upp og honum fannst það skemmtilegt og mér fannst það ekki síður skemmtilegt. Nú, við fluttum til Danmerkur og þar er það þannig að það eru iðjuþjálfar tengdir hverju hverfi og við fengum símtal fljótlega eftir að við vorum flutt út. Góðan daginn, ég er tengiliður þinn hér varðandi málefni svona eins og tengiliður við fjölskylduna. Mér langar svo að koma heim til ykkar og kanna landslægið og fara svolítið yfir með ykkur hvaða hjálpartæki þið hafið og hvað þið þurfið og svona. Og já, við höfum svo sem fengið heimsóknir áður frá iðjuþjálfara og sjúkraþjálfara til þess að fara yfir málin, þannig að mér fannst það bara frábært. Þú bara kemur. Til okkar mætti ofurkonan Síni, iðjuþjálfi. Hún kom og ekki nóg með það að hún hafði mjög mikla sérþekkingu á hjálpartækjum. Hún er iðjuþjálfi og hún hefur örugglega farið í svona HTM-skóla vegna þess að hún þekkti öll hjálpartæki. Hún kom og hún hafði ákvörðunarvaldið, hún þurfti ekkert að spyrja einn það, hún ákvað það, hún var sérfræðingurinn, hún mat þarfirnar, hún ákvað hvað það væri sem við þurftum og þá var það afgreitt. Væri ekki frábært ef það væri sannig hér. Þetta tók rosalega stuttan tíma, á 2 vikum. Vorum við komið með rúm, því að hún skoðaði rúmið sem við hefum komið með frá Íslandi. Þetta er ónýtt, hann þarf að fá nýtt rúm. Já, ok. Og hvað, hvernig heldur að það geti verið? Já, þetta var á miðvikudegi. Eru þið heima á föstudaginn? Ha? Getur þetta gengið svona rætt? Ég bara trúði því ekki. En það var hægt. Og það var göngugrind og ýmislegt og bara á 2 vikum, allt klappað og klárt. Hún var búin að afgreiða málin og fylgdi því eftir. Það var mjög mikil fagmennska í gangi þarna og ég hef auðvitað mætt því líka hér, en það var meira rými í samþykktum því að við fengum til dæmis samþykkt hjálpartæki sem við fengið synjun á hér, samþykkt þar. Akkur er það? Skiptir það máli hvort þú búir á Íslandi eða Danmörku? Þjónusta og viðgerð var náttúrulega bara kapítil út af fyrir sig. Við létum Síni vita þennan tengilið. Heyrðu, hjólastóllinn er bilaður, hann er staddur í skólanum og það er bara ekki hægt að hreyfa hann. Ok, flott. Eftir klukkutíma var komið viðgerðarmaður í skóla. Alltaf gert að hjálpa það það sem þau voru. Ég hef nú stundum lent í því hér að vera í miklum vandræði með þetta. En það er þessi samfellagi þjónustu sem að mér hefur fundið skipta mjög miklu máli og að þetta sé svona á einni hendi. Við hefum mikið af frábæru fagfólki hér sem betur fyrr. Og við erum held ég duglega að kynna okkur nýjungar og þeir sem að standa þessum málum og eru með sýningar, fara út og sækja sér þekkingu og annað. Og oft er það hún rætt aðeins hvort það sé verið að nýta sér tæknina og ég held það. Kannski ekki að fullu en ég held að það sé allavega mjög sterk viðleitni. En það er þetta með ferlið, það er það sem að ég gagnrýni helst. Það er svo þungt í vöfum. Það hefur örugglega styst og mér heyrist það og margir ánægðir með það en það er ennþá mjög þungt finnst mér.
oft hefur það verið þannig að það hefur verið margra mánuða bið samþykkt og eins og hún var að koma inn á hérna áðan að þó að það sé samþykkt fyrir að þá það biðin eftir hjálpartækinu sjálfu. Og kannski það orðið úrelt. Það kannski búið að bíða í 1 ár eða 8 mánuði og það sem var verið að panta það bara passar ekki lengur. Og stundum það þannig að það verið að reyna að nota eitthvað sem til og auðvitað það skiljanlegt að það ákveðin hagræðing og eitthvað svona en stundum þetta bara alveg út í hött. Það var að klambra saman einhverjum hlutum sem eiga ekki saman. Þjónustan hérna við hjálpartækin, þetta stendur víst til bóta og hún fór svolítið yfir það hérna hún Björg að eftir 8 ár verði allt orðið mjög fínt en í þessum skrefum og ég hlakka til. Nú, grunnþarfir okkar flestra, hvort sem við búum við eitthvað fötlun eða eitthvað ekki, þá það sömu, það ekki? Lifa og leika okkur. Og hvað þarf til það gangi? Það ekki það sem við svolítið verið að hugsa? Og að taka þátt í öllu sem að maður hefur sjálfur áhuga á, ekki sem ákveðið fyrir mann, að það sé bara eitthvað ákveðið úrval og allt eitthvað sér. Ég vil velja hvað ég vil gera. Sonur minn vil velja sjálfur líka hvað hann vil gera. Hann þarf bara stuðning við það. Hann mjög aktífur og við fjölskyldan. Hér til dæmis mynd af honum þar sem hann fór upp Esjuna með sér útbúnum stól. Hér hann í maraþoni með vinum sínum. Nú, við fengum samþykkt þennan styrk sem náttúrulega bara ákveðið hérna sem að hver og einn getur fengið en það hefur hjálpað okkur til þess að kaupa þennan glæsilega bíl og getum farið allar okkar ferða saman, fjölskyldan á honum. Nú, og við förum í útilegur og gerum bara það sem aðra fjölskyldur gera. Nú, stuðningur og þjónusta sem að þetta, það snýst að mæta fólki þar sem það finna út hvað það sem þessi fjölskylda eða einstaklingur þarf og hvernig getum við mætt því. Þetta mismunandi tímabil í lífinu, það ólíkar þarfir þegar við erum ólíkum aldri. En við höfum reynt að tilauka okkur fjölskyldan að þegar það lokast einhverja dyr að þá leitum við að lásasmið. Við reynum að finna eitthvað annað. Við höfum líka stutt okkur við aðra foreldra og fengið upplýsingar hjá þeim, hvað stendur til boðum. Við fylgjumst með eldri krökkum og sjáum hvernig hjálpartæki þau eru með. Og þarna Dagur. Hann vildi koma því að framfæri að það ætti ekki alltaf að vera að spyrja að því hvað hann getur ekki, heldur hvað það sem hann getur. Af hverju alltaf vera að spyrja því hvað hann getur ekki? Og hvað þarf hann til að gera? Fötlun má ekki að hamla fólki, heldur við bara að reyna að finna út í þessu saman. Svo bara persónuleiki hvers og eins og hvaða ákvarðanir þú hefur. Og Dagur hérna sem sjálfstæður einstaklingur, þetta moment hérna, nú sjáum við mynd af honum standa jafnfætis góðum vini sínum. Þarna fekk hann stól þar sem hann gat reist sig alveg. Og það var svo yndislegt að sjá það þegar vinur hans lítur til hliðar og svo bara, þú ert bara alveg jafn stór og ég. Já, hann hefði bara ekki séð teygt svona almennilega úr honum. Þannig að þetta var bara skemmtilegt. Nú spurði hann sjálfan, hvað það sem þú vilt eða þarft? Ekki endilega hvað ég vil eða mamma einn sko. Hjálpa honum til sjálfshjálpar og hann fái tækifæri til þess að þróa þetta sjálfstæði. Hjálpartækin eru lykillinn þar. Hann í menntaskóla, fyrir frístundum til skóla, hann sinnir sínu félagsstarfi, tómstundum og áhugamálum og nær þannig að rækta kosti sína. Við höfum reynt að innræta honum það að honum séu allir vegir færir og ég held okkur hefur tekist bara nokkuð vel því að nú stend ég bara í stappi við hann að hann vil fara að djamma og fara í bæinn og gera hitt og þetta. Ég bara fagna því. Og það þar sem að við foreldrarnir höldum að við séum mjög skemmtilega, við erum ekki lengur vinsæl með í neitt sko, þannig að það eru liðverslur og ýmislegt sem að auðvitað við þurfum að nota þar því að hver nennir að fara með mömmu sinni endalaust eitthvert þegar maður að verða 18. Skilur það mjög vel. En allavega, við bara höfum gert þetta og gert honum þetta kleift
Hér er hann mættur með aðalröppur bæjarins og hér fyrir hann niður vatnsrennibrautatæki og svo fyrir hann mikið á kappleiki og það skiptir miklu máli að fyrir hann að geta hækkað stólinn svona hátt upp og séð vel yfir. Þannig að þessi hjólastóll hefur nýst rosalega vel og hefur gert honum kleift að taka þátt á sínum forsendum. Og svo er hann er með 2 hjólastóla, hann er þarna að veiða. Þegar öll er á botni gólt, þá held ég að við sem samfélag, við eigum að geta sinnt þessum málaflokki betur. Lærum af nágranna þjóðunum og ég fagna því að heyra að það er einmitt verið að gera það. Nýta módel sem hafa nýst vel í kringum okkur og við höldum áfram að gera það sem vel gert af því við megum ekki gleyma því. En hættum bara hinu, bara hættu því. Það virkar ekki. Ég kalla eftir nýjum og skilvirkari ferlum og færri milliskrifum. Ég held að það sé það sem við þurfum. Svo er það bara að slagga, lifa, njóta og fá góður hugmyndir yfir enska boltanum. Takk. Kæra þakkir fyrir þetta erindi. Við erum dálítið knapp á tíma þannig ég er svona bara leyfa ekki neina fyrirspurnir. Ég held að þessum öll sammála þessum að sagði. Ég held það allavega. En ég ætla að gefa Nicole Mosley orðið, hún ætlar að taka saman það sem framfór. Gjör svo vel, Nicole. Takk kærlega fyrir þess að bjóðu mig að fá að vera með ykkur í dag og ég var að átta mig á þess á leiðinni hingað að þetta verður líklega síðasta verkefni mitt sem formaður velferðarnefndar og vel sér blessuð vegna þess að fyrstu verkefni og fyrstu heimsókn sem ég fór á með velferðarnefnd var heim til Öryrkjabandalags sem bara frábært. Metnaðarfull dagskrá hér í dag og það að ég fæ heila 10 mínútur til þess að taka þetta allt saman er alveg þetta er nú áskorun. Fyrst var það hún Ellen Kalman sem bauð okkur velkomin og það sem ég tók mikilvægt frá því er að hún var mjög fljót að skýra ábyrgð stjórnmálamenn og ég tek það alveg til mín og væntanlega mun ég taka það áfram með mér næsta mánuð. Að við skiljum það að hjálpartæki eru ekki bara eitthvað sem sinnir þarfirnir fólksins, þau eru hluta fólk og hluta þessu fólk getur taka virkan þátt í samfélag og bara lifa sitt daglegt líf. Hún lagði áherslu á hversu mikilvægt það er að kerfið bregðist við þess að menn hafa skoðun og vita hvaða hjálpartæki þau þurfi og vilja. Ég meina auðvitað eiga fólk að geta velja, ég valdi ljótan gráa Volkswagen Golf sem ég keyri, að maður ætti að geta velja fallegan hjólastól eða bara hernutæki við hæfi. Það er alveg mjög skiljanlegt. Fólk eiga að hafa val. Við þurfum einnig að taka tillit til þess að hluti eins og hjálpartæki sem styðja við þess að fallað fólk fái að gera eðlileg hversdag hluti eins og til dæmis að stunda kynlíf er hluti af þessu. Og ég viðurkenni það þegar ég satt við borðið þau bara, já, auðvitað. Þetta er ekkert bara að hafa stól til þess að geta komið frá A til B. Það er bara til þess að vera manneskja. Að lífa með reisn. Og það er bara mjög mikilvægt. Emil, Þóratsen, formaður málefni hóps Öryrkjabandalag, heilbrigðismál, hann setti saman fyrir okkur greiningur hvað varðar sérfræðingur sem koma saman til þess að athúa, þeir starfuðu eftir greiningur út frá Sameinuðu þjóðanna réttindi fatlaðs fólks og ég skal bara nota skammstöðu SRFF og beitiði 19. grein að mestuleyti til þess að skoða staða hérlendis hvað var það hjálpartæki. Og niðurstöður voru að reglugerðir hérlendis eru of þröng. Þeir miða við það sem er nauðsynlegt og þeir miða við það einungis sem endurspegla grunnþarfir. Allt og margir listir
sem alls ekki tæmandi og skortur allt og lítið fjölbreytni. Hvað varðar hjálpartæki sem við höfum aðgang af? Málhópinn komist á þeirri niðurstöðu að hugtök inni sem notað hér úrelt að sumu leyti og þau standa á skjön við hugtök í SRFF og það vantar stefnu og heildarsýn á málaflokka og það bitnar á skilvirkni og það afar sorglegt. Það afar sorglegt og að eitthvað sem kemur mér ekki óvart. Verkaskipting á milli ríki og sveitarfélaga alls ekki skýr og ganga ekkert við að þjóna fólk. Og það eitthvað sem við þurfum að laga. Upplýsingagjöf af skortum skömmtum og það stólar á þjónustuveitendur og fagfólk sem kannski ekki alltaf nægilega vel upplýst. Kevin virkar best við neyðarþjónustu og í bráða vanda sem það bara alls ekki nægilega gott. Kostnaður þáttaka hefur ekki verið fylgt eftir verðlagsþróun, þannig að fólk mismunið eftir skerðingu en ekki eftir þörf. Ströng skömmtum innbyggði í kerfið og ég held að í það vinnu sem við höfum lagt í NPA hefur þetta verið okkur augljóst að það eitthvað sem við þurfum að bæta í. Ég skal bara fara inn í seinustu orð hans að við munum haldast áfram að byrja og hlaupa þessi langhlaup sem það og við munum tala til og með ráðamenn og þeim nefndum sem það tilheyra og ég segi til þín og ykkur, ég að hlusta og þakka fyrir því. Þá kom Daniel, eftir Daniel Ísibard Ágústsson og hann fór inn í lagareglugerðir og ég bara segja sem stjórnmálamaður, ég tek undir allt sem hann sagði. Lögum lóðin og ég finn þetta mjög oft ekkert bara í þessu, bara meira að segja með nýju lögum, að því að það lóðin og það markir, alls konar reglugerð sem fellur inn undir, sem kannski rama inn hluti óþröngt. Ég tók eftir að fulltrúi frá sjúkratryggingu að næsta setningur sem hún nefniði þegar hún kom með hennar fyrirlestur var að en muniði við störfum eftir reglugerðum. Að það endurspegla það sem Daniel sagði við okkur og það eitthvað sem stíplar kerfið okkur. Og ég held að það kom fram í mörgum fyrirlestur og upplýsingagjöf hér að einmitt það alls konar flöskuháls til þess að finna í kerfi og það stemmur frá lög og reglugerð og það mjög mikilvægt að okkur lög mjög skýr og það engin vafa á hvað meint með þeim. Og að mínu mati eftir að sitt hér í dag, ég tel að það væri bara, það þarf breiðari samráð við nótendur. Þó að það kannski kom ekki alveg sterk fram hjá Daniel, þetta stóð svolítið á milli línunni. Og það sem var mjög mikilvægt sem kom fram hjá honum var einmitt þess að SRFF, hún ekki nægilega vel virt. Það verður að lögfesta það. Ég tek heilshugur undir það og ég vísa alveg á bug þeim orð sem kom úr dómsmálaráðuneytinu. Það aldrei eigum við að hugsa svona. Ef það möguleiki að lögum sem annar staðar, sérstaklega alþjóðleg skuldbindingar okkur til þess að skýrir það sem við gerum og styðja við að löggjöf virkar í þágu samfélag, við eigum aldrei að hika við að innleiða slík lög. Svo að vísa það á bug. Hjörtur talar við okkur markþættir vandi hernaskerðsfólks og ég vil bara taka fram að ég mjög þakklátt fyrir þess fyrirlestur. Menn áttu sig ekkert á einmitt að það
rosa mismun á milli hóps fatlaða fólks og það mjög mikilvægt fyrir okkur að skilgreina það og að okkur lög endurspegla það að við skiljum það mismunandi þarfir á milli hópar og þetta, það sem hann sagði mér sem blæsti mest við mig var skort á fagþekkingu. Að hvað varðar bara fyrst og fremst greining á heyrnarskerðing og nótkun tæki og áfram þróun, þessi hröð þróun ef við getum ekki haldist í hendi við það og það að menn eiga bara dýratæki sem nýtist ekki nægilega vel. Og þetta afar sorglegt og ég hef sjálf reynslu af að fara á greiningustöð með börn frá leikskólum og tek heilshugur undir að þetta bara mjög brýnt hvað varður börn. Það veldur þroskahömlun, tjáning og ákveðin frelsi og að byrja líf með skort á fagþekkingu þar þetta er sorglegt. Svo var næsta, það var bara ég er svo dugleg að skrá, þá var reynslu nótenda og þá var hún Kolbrundök og ég vil þakka þér kærlega fyrir mér upplagt reynslusögu og fyrir þín kraftur. Ég mæli með að þú fari í framboð. Ég held að þú myndi vera bara til fyrirmyndi rödd þess hópsins og ég ætla að óska eftir þess að þú sendir mér ljóðið og ég skal koma því til Óttars. Að hann ætti að heyra það. Það var margir punktir sem ég skráði en það sem við erum svo skort á tíminum, mér finnst mikilvægt einmitt kerfum tala ekki saman. Það kom eftir og eftir fram og þessi mikilvægi að nótundar, þú tala jafningaráðgjöf, það á ekki að vera jafningaráðgjöf á milli. Þú átt að fræða mig. Því að ég get lesið fullt af lögum og ég get lesið fullt af bækur líf fatlaðs fólks en að tala við manneskja af eigin skinnið, það skiptir öll málið og að skýra ekki endilega bara hvað mín þarfir bara mín löngun. Þetta ekkert bara löngun til þess að vera virki í vinnu, bara til að vera sjáanleg. Hvernig muni fólk nota nokkuð tíman virði og ná reisn ef það ekki sjáanleg og kraftigt eins og þú. Ég skrifið fanta gott hljóð, ég vil fá það til þess að halda áfram að vinna með. Sjúkratrygging í Íslands, ég viðurkenna það að ég vorkenndi þér að standa upp eftir þessu nokkra fyrirlestur sem kom fram og þú stóðst þig vel, framtíðarsýn, ég held að ég get takið undir kannski það sem margir hugsaði, bara fann hugskeiti inn í herbergi, að það skortur í þessi framtíðarsýn einmitt sjónarmið nótendur. Og afar sorglegt að heyra að umsýsla kostnaðarleiki, að það sparnað í því það kom fram í þó nokkra fyrirlestra á undan hvað var það upplýsingugjöf, þarna eigum við aldrei að spara. Þarna eigum við að bæta í og ég óska eftir fyrir hann þess hóps að við bætum það, við finnum leið. En mikið þróun sem að fara fram þar var rosalega gott fyrir okkur að sjá orðum eins og aukinn skilvirkni og gæði í þáu nótendur. Ég óska ykkur vel gengis með það og gæði þjónustu trygg með fræðslu, þjálfun og eftirliti. Það frábært og ber skil til þess að fagna og eins og mér skilist af fyrirlestur eins og til dæmis hann Daniel, hvað var það löggjöf, það þarf. Guðrún Sonja, iðjuþjálfun, það bara mjög mikilvæg skilaboð sem þarf að koma eftir og eftir inn og hún Elvedögg tók skýrði svolítið fyrir okkur 1 punktur hjá þér varandi iðjuþjálfun út á land.
í hvert hverfi, allstaðar af. Þessar þekkingur eru nauðsynlegt og það alveg til skammar að fólk skuli skorta, ég meina að það var rétta sér. Því að það skortir hendur og þekkingu. Og það okkur ábyrgð að þessi reglugerð og þau endurspegla einmitt þessi mismunu sem á byggð á höfuðborgarsvæði. Og okkur reglugerð eigi að taka tillit til þess að stefna talar alltaf óháð búsettu. Að við verðum að tryggja þess að reglugerð fylgi því. Mér fannst þetta bara mjög góður punktur, mikilvægt að átta okkur á skyldur seljandi. Þetta kemur inn á þessi mikilvægi fræðslu og færniþörf skiptir máli, meira en greiningar. Mér finnst að við hefum farið hér bara mjög mikið í okkur samfélag. Að greiningar hefur svo mikið vægi hvað varðar þjónustu og reglugerð og hitt og þetta og það bara mikilvægt að leita á einstaklingur og það þó margir í dag sem sanna það eftir og eftir. Svo kemur að Elvedögg og að meðan ég var að fylgjast með fyrirlestur, ég fattaði. Ég þekki Elvedögg gegnum Dagurstein. Hann var nemendur á Múlaborg þegar ég starfaði þar. Og hann var og von þess samfélags. Hann gaf mér og ég fekk tækifæri til að hjálpa honum þegar hann var ungi maður og sjá einmitt hans vilja til að taka þátt í allt og öllu. Ég man alveg eftir að stílunum upp til að taka þátt í íþróttum með okkur. Að ég rosalega ánægð að sjá að þú og þið hefur ekki gefist upp og að reynsla ykkur frá Danmarkar kemur til þess að nýta okkur hér. Ég hvet til þess að vera áfram að tala það, tala til ráðumenn og dáðumenn og verði stolt af það sem þið hefur náð og halda áfram að berja. Hennar skilaboð var bara fullkomin til þess að klára daginn. Samfélag eigum að geta sinnt þessi málaflokku betur. Og þetta ætla ég að hafa sem fyrir bara mín seinasta orð í dag. Samfélag sem heilt eiga að geta sinnt þessi málaflokk betur. Og ég þakka ykkur kærlega fyrir að bjóða mig að vera með og læra. Þakka þér fyrir, Nicole. Þá nú bara komið að lokum þessa málþings og fundarstjórinn ætlar að óska ykkur bara góðrar heimferðar og ánægjulegar samvistar og málþinginu sliti hér með.